Komið sæl. Hér ætla ég að kynna fyrir ykkur nýtt efni á vefvirk sem kallast Hver ert þú? En það gagnvirkt sjálfshjálparefni sem ætlað þeim sem að huga að breytingum á starfsvettvangi. Við förum hér inn í einstaklingar og þaðan inn í aftur í vinnu og hér sjáum við feril atvinnuleitar og hver ert þú hér annað skrefið í ferlinu. Hér sérðu nokkra lista við valkosti sem þú getur notað til að auka sjálfsþekkingu þína eða bara til að hafa gaman af. Þú getur unnið með listana eina á sér eða safnað niðurstöðunum úr þeim og dregið upp lýsandi mynd af þér. Niðurstöðuna getur þú svo notað til að taka upplýstar ákvarðanir starfsferil þinn. Þarna finnur þú lista fyrir styrkleika, færni, viðhorf, praktísk atriði og áhugaverð störf. Til viðbótar getur þú sett niður framtíðardrauma þína, starfsreynslu og menntun. Niðurstöðurnar safnast saman og þú getur horft yfir þær og séð í hnotskurn hvað þú hefur að bjóða og langar að leggja áherslu á í framtíðinni. Og hér sérðu dæmi slíka niðurstöður. Hugmyndin að þegar þú hefur fyrir framan þig niðurstöðurnar úr öllum listunum hafirðu skýrari mynd af því hver þú ert og hvað þig langar að gera núna eða í framtíðinni. Þú getur skoðað og unnið með þessar niðurstöður upp á eigin spýtur. Einnig getur þú leitað til vina eða samstarfsfólks, jafnvel yfirmanna, allt eftir því í hvaða stöðu þú ert og hvað þú vilt gera með niðurstöðurnar. Þú gæti vilja nota þær til að skoða hvernig þú getur styrkt í starfinu þínu eða vaxið innan fyrirtækis eða hvort að komið sér tími til að finna nýtt starf eða nýjan starfsvettvang. En byrjum á að skoða styrkleika. Í störfum og félagslífi notum við ákveðna styrkleika sem að geta ráðist af persónlegu eðli okkar eða verið áunnir. Þeir ákveða að einhverju leyti hver við erum og hvað okkur fellur vel að gera. Hverjir eru þínir styrkleikar? Ertu skipulögð manneskja eða skapandi, yfirveguð, áræðin eða ævintýragjörn? Hakaðu hér við 10 eða fleiri styrkleika. Förum yfir og veljum hérna. Nú verður hver að velja fyrir sig. Ef þú finnur ekki styrkleika hérna sem að þér finnst að þurfi að koma fram og eigi við þig, þá getur þú skrifað á hér. Svo hér líka frábær leið fyrir ykkur sem eigið erfitt með að velja styrkleikan ykkar. Þið smellið þá hér, spyrja vin og sendi póst til vinar til að fá hjálp. Það getur verið mjög gott fyrir sjálfstraustið að heyra hvernig vinirnir sjá mann. Endilega pröfið þetta og njótið þess að fá jákvæða umsögn ykkur. Þegar þú ert búin að velja, þá vistarðu hér og við það flytjumst við á næstu síðu og nú þarf að þrengja valið og velja einungis þá 5 styrkleika sem einkenna þig hvað best og þú vilt leggja áherslu á núna. Áræðni, fagmennska, jákvæðni, hvað að hafa, félagslyndi og laginu dýr. Við erum búin að velja það og nú vistum við aftur. Og þegar valið vistað, flysta yfir í niðurstöðurnar mínar og þú sér hvaða 5 styrkleikar einkenna þig einna best. Þessa vitneskju getur þú svo nota til að kynna þig fyrir atvinnurekendum og eða til að hafa til hliðsjónar við ákvarðanatöku. Já, og ef þið líka ekki niðurstöðurnar, getur þú bakkað og valið upp á nýtt. Það í góðu lagi að skipta skoðun. Aðstæður geta líka alltaf breyst og þú vilja endurtaka leikinn einhvern tímann seinna. Næst skoðum við færni. Í lífinu öðlumst við ýmiss konar færni sem við getum nýtt okkur við mismunandi aðstæður og tekið með okkur á milli starfa. Hvaða færni heldur að þú búir yfir sem þið langar að leggja áherslu á núna? Er það færni sem þú tilengaði þér þegar þú varst í skóla, varst að vinna í ferðaþjónustunni, á hjólbarðaverkstæði, á skrifstofunni
Eða kominn tími til að nýta tölvukunnáttuna þína eða reynslu á félagsstarfi eða eitthvað allt annað. Þessi listi aðeins öðruvísi en styrkleikalistinn því að hann settur fram í nokkrum flokkum. Það einfalda málið að byrja á að finna það flokk sem þú tengir best við og hakar þá við þá færni sem þar í boði. Sjáðu færni til skrifstofustarfa, starfa við rekstur og stjórnun, færni til verklegra starfa og svo framvegis. En þú ættir endilega að skoða alla flokkana því að við búum yfir ýmiss konar færni sem við öðlumst á mismunandi vettvangi, svo sem vinnu, námi, heimilistörfum, félagsstörfum, íþróttum og svo framvegis. Annars bara alveg sama ferlið og með styrkleikana. Þannig að það að velja og síðan að vista. Þá komið að viðhorfunum. Við höfum skoðanir á flestu og eigum það öll sammerkt að hafa tileinkað okkur ákveðin viðhorf til vinnu og starfa. Hvað finnst þér til dæmis að skipti máli þegar kemur að vinnu? Það að nýta menntunina þína, að hjálpa öðrum, að vinna með skemmtilegu fólki, vinna fyrir tekjum, vinna fyrir miklum tekjum, efla samfélagið eða það eitthvað allt annað? Þú vinnur því gegnum þennan lista alveg eins og styrkleika lista. Hakar við og svo framvegis. Þá komið að praktískum atriðum. Ýmis praktísk atriði nefnilega gott að hafa í huga þegar kemur að starfstengdum ákvörðunum. Þessi atriði breytast eftir því hvernig stendur á í lífinu og því gott að renna yfir þau til að átta sig á hvaða atriði það sem skipta máli núna. Hvaða atriði gætu til dæmis skipt þig máli? Það staðsetning vinnustaðar, sveigjanlegur vinnutími, starfsöryggi, létt vinna eða eitthvað allt annað? Listinn ætti að skýra sig sjálfur og niðurstöðurnar að flytjast á sinn stað eins og í hinum listunum. Já, og hér getur líka skoðað hvaða störf þér finnast áhugaverð. Förum hér inn. Flest þekkjum við hvað það getur verið erfitt að koma auga á hvað mann langar að vinna við í framtíðinni. Veist þú til dæmis hvað þið langar að gera á næstu árum? Þú ert mögulega í alveg rétta starfinu en ef þið langar, eða þarft að velta fyrir öðrum möguleikum, þá höfum við safnað hér saman 600 störfum sem þú getur skoðað. Þau eru flokkuð eftir áhugasviði og þú ættir að byrja á að horfa yfir áhugasviðin 6 sem þú sérð hér og reyna að átta þig á hvaða áhugasvið þér finnast spennandi. Hvað talar til þín? Það störf sem að kalla á líkamlega vinnu og hreyfingu? Það þekking og rannsóknir? Það mögulega skapandi starf? Eða að vinna með fólki? Vinna við rekstur og stjórnun? Eða skipulag og regla? Ef þið finnst erfitt að átta þig á hvað að baki þessu, þá getur þú kíkt hér inn í hvert áhugasvið fyrir sig og lesið smá lýsingu sem svona einkennir hópinn sem að hér Já, hér á þessu áhugasviði sem að við köllum líkamleg vinna og hreyfing geti fólk verið að tala íþróttir, eigin afrek eða annara. Það að ræða tól og tæki, dýr eða útivist. Fólkið á þessu sviði vil sjá afköst og lætur verkin tala. Það hefur gaman af að gera upp gamla hluti, byggja og breyta. Því líkar að vinna líkamlega vinnu oft jarðbundið og gengur í verkin. Og svo framvegis. Undir hverju sviði síðan listi með 100 störfum sem hægt að velja á milli. Þú velur 10 störf eða fleiri sem að þér finnast áhugaverð af einu áhugasviði eða fleirum. Langið að vita meira störfin getur þú smellt á hlekkin fyrir aftan starfið. Skoðum hérna geislafræðing. Oftast lendum við þá á síðu næsta skrefs, eins og við gerum hér, en einnig á erlendum síðum þegar ekki eru til íslenskar upplýsingar. Ef þú finnur ekki listan af þau störf sem þið langar að stefna að,
geturðu bætt þeim neðst í listan. Þegar þú ert svo búin að velja 10 eða fleiri störf, ég geri hérna bara, þá ferðu alveg hér niður og listar. Við það detturðu á millisíðuna og þarft að velja 5 störf sem að þú vilt helst stefna að núna. Ræktandi, öryggisverður, hundaþjálfari, prentari og rafvirki. Og vista. Og þá eru þau störf sem að þér finnast áhugaverð komin í niðurstöðurnar þínar. Síðustu 2 listarnir í Hver ert þú eru frábrugðnir hinum á þann hátt að þeir bjóða ekki upp á valkosti, heldur geturðu skrifað niður framtíðardrauma þína, reynslu og menntun. Byrjum á framtíðardraumunum. Hvernig vilt þú sjá líf þitt? Hvað dreymir þig að gera í framtíðinni? Þetta eru stórar spurningar og oft lítið svör þegar spurt Sumir eiga sér skýra drauma á meðan aðrir eiga óljósari. En þetta þarf ekkert að vera svo flókið. Svarið gæti bara verið ósköp einfalt. Bara eiga gott líf. En ef að það væri svarið þitt, þá gott fyrir að spyrja þess nánar hvað þér finnst gott líf. Og þá kemstu nær þinni framtíðarsýn. Þið skrifið bara hér inn í línurnar 5 hér að neðan og vistið síðan. Það sem þú skrifar flyst í niðurstöðurnar þínar og það gott að hafa framtíðardraumana með þar þegar þú ætlar að taka ákvarðanir til dæmis. En ég ætla ekki að setja neitt niður hér því að þetta verða að vera þínir draumar. Lítum þá á starfsreynslu og menntun. Þegar þú horfir yfir starfsreynslu þín og menntun, sérðu að þú hefur starfað með allt mögulegt væntanlega sem mismikið vægi fyrir þig í dag. Hvað af menntun þinni eða því sem þú hefur starfað við langar það að vinna með frekar og byggja á núna eða í framtíðinni? Þú gætir punkta hjá þér á blað fyrir störf og menntun og mundu að hafa í huga þátttöku í félagsstörfum, skemmtileg verkefni sem þú tekið að þér og áhugaverðar námsgreinar til að mynda. Veldu að setja hér inn á síðuna þá reynslu eða menntun sem þú vilt hafa í huga núna þegar þú ákveður næstu skref. Með þessari viðbótu listan verður myndin stærri og þú tengir saman í niðurstöðunum þínum fortíð, nútíð og framtíð. Og þá þessum leiðbeiningu við Hver ert þú lokið og ég vona innilega að þú getur nýtt þetta efni til að finna góðar leiðir fyrir þig. Bestu þakkir og gangið vel. Bless, bless.